Við erum velkomin í þáttinn Frelsið er yndislegt. Ég heiti Guðmundur Ingi og ætla að stjórna þessu þætti. Ásdís Birna er ekki með okkur í kvöld. Þetta er svona stráka þáttur í dag sem eru bara strákar sem hafa sittið inn í fangelsi áður. Síðasti þáttur var bara konur. En eitt af því sem er mikilvægast í félagasamtökum eins og afstöðu, og það er grasrótin. Og grasrótin afstæða er svona hinn eiginlega grasrót fanga eða fyrrverandi fanga, og það er reyndar ekkert sjálfgefið að fá fólk í viðtal sem sitið hefur inn í fangelsi. En hér eru við nokkrir í dag, við erum 4 í dag hérna sem höfum afplánað dóma, og hérna það er Ingólfur Snær og Ásgeir Þór og Andri Ástrós og ég, Guðmundur Ingi. Ég bið ykkur velkoma. Takk kærlega fyrir. Takk. Hvað við ætlum svona að fara aðeins yfir svona fangelsismálin, hvernig þau horfa fyrir okkur sem höfum sitið inni, og það sem við höfum allir sameiginlega reynslu á, kannski við byrjum á því þegar við förum inn í fangelsi og síðan ferli sjálft og svo kannski hvað má gera betur. Við höfum allir þá reynslu að stíga inn í fangelsi, hvort sem við höfum þurft að fara hérna í gæsluvarðhald eða verið boðaðir inn. Hvernig tilfinning var það fyrir ykkur, Ingólfur? Þú veist, ég fer náttúrulega fyrst mjög ungur inn í fangelsi og ég man að ég var bara logandi hræddur. Ég vissi ekkert almennilega hvað væri að taka við. Ég var ekki orðinn 18 ára og svona, þetta var svolítið viðbreyting frá því sem að ég var vanur. Ég var svona kerfisstrengur fyrir og svona, en hérna ég man að ég var bara mjög hræddur og ég vissi ekkert einhvern veginn hvað biði mín, sko, og hérna og bara ákveði niðurlægingi til dæmis að vera, þú veist, klæða sig úr öllum fötunum fyrir fram að 2 menn og svona. Ég man að það var alveg svona svolítið mikil viðbreyting frá því sem ég var vanur, sko. Hvað varst þú gamall? Ég var 17. 17 ára, já. Á 18. ári saman. En þú, Ásgeir? Ég var 9 ára 18 ára og segi sagt já, labba hana inn á skólaður stíg, skilur, og það var, þú veist, ég var náttúrulega bara með kökkin í hálsinum, skilur, maður var skítræddur og þú veist, vissi ekkert hverju maður ætti að bjóðast, skilur, eða búast við, skilur, en þú veist, og já, ég er alveg sammála Ingólfi, skilur, að maður var að byrja sig að niðurlægja sig og klæða sig úr fötunum, skilur, sem að, þú veist, innan gæsluvarðhalds er alveg skiljanlegt, skilur, þeir eru að passa hvað er að koma inn í fangelsi, þú veist, það eru menn að koma úr neyslu, þeir getur verið með alls konar hluti á sér og hérna, þú veist, en ég man bara, ég stóð á skólaverðarstígi bara í hurðinni, þannig að það var svona lítið búr þannig sem maður sá alltaf hérna lítið út, sko, og þetta var, þú veist, bara ógeðslega, þú veist, ömurlegt moment, skilur, þetta var bara, ég var 18 ára, nýbyrjaður einhvern veginn bara í neyslu, en strax komin í fangelsi. Og já, það var erfitt, sko, en maður þurfti bara að vera með eitthvað grímu þannig fyrstu mánuðina, sko. Já, Andri? Ég var hérna 21 þegar ég fór alveg fyrst, en það var alveg ég var tekinn alveg að hörku, sko. Ég var hérna, það var fyrir aðaldarsmygli og ég sóttur hann í vinnuna fíkn og af einhverjum 7 fíknúmerunum og ég bara þarna tekur alvaran við, sko, og við förum beint niður á Litla-Hraun, sko, og ég er þar í einangrun í 1,5 mánuð þangað til ég fer í lausagæslu, og einangrun út af fyrir sig 21 árs fyrsta sinn inn í fangelsi sem var nú ekki djók, sko. Það tók alveg vel á, sko, og hérna ég get alveg kvartaði meðferðinni á lögreglunni, en þetta voru þeirra hérna, þeir voru náttúrulega bara að reyna að komast yfir upplýsingar sem að þeim vantaði. En svo bara tóku ég að fara inn á Litla-Hraun í lausagæslu og það var erfitt, sko. Það var, hérna, ég var drullu kvíðinn, samt spenntur á sama tíma, vissi ekkert hvað var að taka við. Það var enginn búinn að segja mér það neitt, sko. Hérna, það gekk ágætlega, hérna, en þetta er eitthvað sem að þetta bara tók á í alla staði, eins og segir, sko. Þetta er áfall. Þetta er áfall allan daginn, sko. Já, ég var kannski í eldri kantinum þegar ég fór fyrst í fangelsi, 25, og ég gleymi því ekki að hérna, ég var
alltaf dæmdur í gæsluvarðhald og lögreglan keyrði mig bara upp á Litla-Hraun og ég man að við tók þetta þessi svaða turn og svaða hlið sko allt upplýst og maður hugsaði með þegar maður var að keyra þetta ekki svo bara hvað að gerast núna þannig að en hvað já ég meina að því að við erum að tala um að þetta sé áfall það er ákveðið áfall að fara í fangelsi og það er í raun og veru eitt af mestu áföllum sem hún getur orðið fyrir því í lífinu það er einmitt þessi að vera settur í fangelsi við höfum rætt þetta stundum og en hvað tók við síðan ég man að þegar ég kom að þá bara var mér vísað á gang og ég settist þarna í sófa fyrir framan sjónvarpið og hugsaði bara, ok, ég verð hérna í þessum sófa næstu 10 árin. Ég meina var gerð vistunar og meðferðaráætlun fyrir ykkur. Maður fyrir alltaf bara í gegnum þetta klassíska próf hana sem það taka mann í allan upp á Litla-Hrauni. Ég man ekki alveg eftir hvort það hafi verið upp á skólarstíg. En ég man allan að þegar ég fór fyrst upp á Litla-Hraun þá var þetta, þú veist, spyrja hvort að maður sé hræddur við eitthvað eða jari, þú veist, en ég held, þú veist, það skiptir held ég engu máli einhvern veginn hvort að þú svarar þessu ég er hræddur við þennan, ég vill ekki hitta þennan, þú ert alltaf að fara að hitta hann, sko. Þú veist, en ekki nema alltaf bara fela þig inn á okkur gangi, skilur, og ekki fara út alla afplánuna þína, skilur. Þú veist, þú veist, eins og, ég veit ekki, þú veist, það er náttúrulega mismunandi að fara hvaða fangelsi þú ert í, sko. Skólarstígur var náttúrulega bara, þú veist, hvað komust margir þangað, 15 manns, svo ferðu, þú veist, eins og var á þeim tíma, það bara svo beint upp á Litla-Hraun, það eru 80 okkar manns sem að geta verið þar, skilur. Það er mikill munur á því, sko. En hjá þér Ingólfur, gerði einhver áætlun með þér? Sko, ég man aldrei eftir einhverju eiginlegri meðferðar áætlun, en ég satt 3 minni aldrei í langan tíma og í 3. sinn sem ég fer í fangelsi þá byrjar það á lokuðu gæsluvarðhaldi og ég er það, þú veist, óska eftir sálfræðingi þar og ég er mikið samskipti við sálfræðing og það er í raun og veru, sko, þar, hún hjálpaði mér svolítið þar, þetta var í 3. skiptið og hún var svona að hjálpa mér að komast á gang sem að myndi henta mér og að því ég hafði áhuga á því að verða edrú og svona, en meðferðar áætlun, nei, þú veist, ég tengi ekki við það og þú veist, mínu upplifun á því, þú veist, einhver svona meðferðarstarf og plan eigi sér staði er bara einstaklings, þú veist, framtök hjá starfsfólki inn í fangelsi, það er ekki, finnst mér nógu mikið tala saman og gerðið eitthvað svona áætlun, sko. Já, ég var hvað varstu með langa dóm þarna, eða sem varst það í afplánun, þetta var stuttur tími eða? Já, þú veist, það var ekkert vita almennilega hana, ég var að, þú veist, það var dæmt upp reynslulaust og ég kem, þú veist, í öll skipti með mál í kerfinu eins. Og hvað heldur þú að vera hitt sálfræðing oft? Ég hitt hana reynda mjög oft og það var undantekningatilvik, skilur. Hún bara virðist hafa átta sig á því og hún ætti eitthvað séns, þú veist, og þetta er í raun og veru byrjun á minnum batagöngu, sko. Þetta er nefnilega alls ekki algengt, en við heyrum það ekki og ég bara eins og í mínu tilfelli þá held ég að við hitt fagfólk 7 sinnum á öllum, á næstu 2 áratugum, skilur, og þar var félagsráðgjafi eiginlega oftar en sálfræðingur, sko, þannig að þetta er ekki kannski það sem við heyrum að menn fái svona oft viðtöl, oft er það þannig að auðvitað er það meir í dag en það var þá en oft heyrir maður þetta að þegar þú ert búin að hitta á einu sinni þá er nú ekkert alls ekkert víst að þú hittir hann aftur nokkuð tíma, sko, en hjá þér Andri, hvernig? Sko, tekið á móti mér þegar ég kom inn í lausagæslu á gang, sko, ég það var bara tekið þetta klassíska á móti mér, bara, veist, átti í útistöðum við einhvern og veist, bara þessi gátlistir sem þeir fari yfir með öllum, sko, á Litla-Hrauni. Ekkert svona í sambandi við meðferð, ekkert fyrir en ég var búin að vera í einhvern tíma þarna, þá var ég búin að vera þarna í svolítið tíma, kannski einhverja 2-3 mánuði og ég var spurður hvort ég vildi vera meðferð á gangi, þá var ég búin að kynnast aðstæðum og þá var það ekki nógu spennandi, sko, en það bara ungur og vitlaus, en í sambandi við sálfræðing og þetta, ég hef aldrei hitt sálfræðing með ég setja inni allan þarna tíma, öll þessi skipti sem ég var inni, en ég hitt félagsráðgjafann oftar. Og þá náttúrulega bara, það er eitthvað sem má gjörsamlega bæta í þessu kerfi öllu saman. Og líka, sko, eftir ég satt fyrst inn í hana 2005 eða eitthvað, og munin á því þangað til núna, hann er svo
rosalega mikill, bara tengsli við starfsfólk, tengsli við fangaverið, þau eru bara engin, skilur. Núna lítum maður einhvern veginn að nota fangari sem bara einhverju mennabaku gler, þú veist, þetta búið að breytast mikið á þessum árum, eitthvað sem mætti bæta allan daginn. Já, þannig að þér finnst vera minni tengsl núna við fangaverið heldur en áður? Já, allan daginn, mér finnst það. Okay. Þú voru meiri á fyrirfannst mér og en núna eru þeir einhvern veginn, já, það bara minni tengsl og það getur verið að það sé náttúrulega fangað að það sé lítið kennsla í fangavaraskólanum, en ég skilst að hann sé á leiðin aftur á stað, en ég vona að það sé eitthvað til batnaðar. Klárlega, ég held að ég vera með tíma þar en sko ég sé þetta ekki alveg svona mér finnst að það geti, ok, kannski minni tengsl en mér finnst eins og fangaverðinir séu svona aðeins betur áttaðir í dag hvaða fólk í fangilsi og að það þurfa að vera önnur samskipti við þá sem eru í fangilsi heldur en var, sko, að því að áður fyrir það var kannski ekki þessi skilningur á veikindu fólks hjá fangaverðum og þetta var meira svona fólk úr sveitinni sem var að vinna í fangilsunum. Það kannski getur verið út af því ég er úr sveitinni hliðin á að ég að spjalla við mig meira, það getur kannski verið einhver ástæða þar á bakvið. Já, það er alveg, algjörlega, við þekkjum þar. En svo, ok, svo komið þið í fangilsi og við þekkjum að þegar maður kemur í fangilsi þá er ákveðin menning í fangilsunum og hún er auðvitað mismunandi á milli fangilsa en ég man eftir að maður sogast einhvern veginn bara inn í þessa menningu, maður bara, veist, er kannski ekki svona eins og bara fer maður að taka þátt í öllu sem er þarna inni og ég held að ég til dæmis hafa ekkert fattað það sjálfur fyrir bara einhvern tíma seint í seinni afplánunni, þú veist, hvað þetta væri ruglað, sko. Og hvernig fannst ykkur menningin? Það fer náttúrulega allt eftir bara skiptum og staðsetningum eins og sagðir, þú veist, menningin er náttúrulega bara mjög svona bara toxic menning, skilur og þetta var bara mjög surrealist og þú veist, þeim er náttúrulega ekkert skrítið, það er bara sko hópur af mönnum komnir saman sem eiga allir gífurlega áfallasögu, allir með sína grímu einhvern veginn á lofti og þú veist, það verður bara einhvers konar svona töffara leikur til þess að fela þetta og já, ég veit ekki hvað ég á að segja meira það, þetta er bara mjög... Svona eitt svona moment sem að ég man alltaf eftir er að þú veist, það voru einhverjir svona innangeðslega háttsettir gæjar upp á Litla-Hrauni og voru reiður út í einhvern ákveðin aðla og þá var bara bannað að tala við sá mann, skilurðu. Og ef þú talaði við sá mann þá varst þú bara að fara að enda í sá flokki líka. Og þetta var svo asnalegt, skilurðu, að því að þetta voru fullorðnir menn en þeir bara þú veist, eins og núna þegar ég kom seinast inn, ég var bara hvað, veitir bara, að því að mér fannst ég kannski búin að þroskast eitthvað en mér fannst það bara vera svo að vera á leikskóla, sko. Það var bara drama, skilurðu, það er alveg svona smá menningin, sko, en þetta breytist úr fangelsum, Litla-Hrauni er svolítið mikið henni og það er náttúrulega ef maður má kalla það, þú veist, hraunarar þar, skilur, og það er bara, þú veist, mér finnst það svolítið svona mikið drama stundum hann inni í sumum mönnum, skilur, og svo eru sumum sem vilja bara afplána tíma sinn, skilur. Upplifðir þú þetta svona, Andri? Sko, já, ég get alveg sagt það, sko, munurinn á, sko, hvernig þetta var fyrst þegar ég fór inn og hvernig er þetta núna, þetta er alveg svart og hvítt. Þetta hefur, sko, áður fyrir voru svolítið stóri glæpamenn sem stjórnuðu fangelsinni, skilur, og héldu sér svona nokkurn veginn í skefjum. Núna er þetta, eins og hann sagði, bara, þetta er svolítið eins og leikskóli. Þetta er bara, þú veist, þetta er chaos, einhvern veginn, ekkert utanumhald og bara, eiginlega bara hefur farið bara stig versnandi niður og við núna bara seinustu árin. Bara finnst mér, ég var þarna núna í fyrradag og það var náttúrulega ekkert frábært ástand sem er þarna og maður líður svolítið eins og maður sé að díla við bara leikskólakrakka fram og tilbaka, því miður. Þannig að þú tala að það séu svona veikari hópur í dag í fangelsunum og það er náttúrulega kannski því líka að kenna eða þakka að við erum með aðeins svona þannig kerfi í dag að það eru fleiri sem geta farið í opin úrræði og það er náttúrulega, þeir veljast þangað náttúrulega kannski þeir sem eru í lagi sko, og standa sig og þá eru alltaf hinir eftir þessir veikari sko. En ég get alveg verið sko að sagt sko að í fangelsunum eins og Litla-Hrauni þar gerist allt, þar er
það hafa komið upp nauðganir, líkamsárásir, einelti, kynferðislegt áreitni, það er allur pakkin sem er þannig að á menn taka oft þátt í alls konar hlutun sem að þeir myndu annars ekki gera kannski undir venjulegum kringumstæðum og ég held að eins og ég segi í fyrri úttektinni minni þá áttaði ég mig ekkert á þess, ég tók bara þátt í þessar hlutum en síðan sko í seinni úttektinni þá fer maður svona, þá er maður kannski þroskaðri líka og og er að spila öðruvísi úr úttektinni og þá áttar maður sig á maður getur kannski ekki alveg verið að hafa sér svona skilur, en þetta er fólk ekkert endilega að uppgöta sjálft skilur þegar það er að nynni. Þannig að þetta getur verið svolítið svona, Já, alls konar sko. En hvað síðan, þessi meðferðar og vistunaráætlun, þannig að það er alveg á hreinu og það er ekki gerðar vistunar og meðferðaráætlun fyrir neitt og að það sé gerð svona ákveðin könnun. Já. En við höfum náttúrulega, í afstöðu höfum alltaf litið á þannig að þetta sé ákveðin svona grundvallar atriði að gera að því að þegar einhver fyrir fangelsi þá er klárlega eitthvað sem er og þarf að taka á og þá þarf að meta það út af hverju er manneskjan í fangelsi og hvað er hægt að gera og þetta er alveg, vantar alveg í raun og veru myndi ég telja. Mér finnst fangelsi í dag bara vera svona, ef þú ert fíkill og ert að fara í fangelsi þá er fangelsi bara þannig að þegar löggan handtekur þig, keyrir upp á Hólmsheiði, þú fer bara upp á Litla-Hrauni eða inn á Hólmsheiði í 1 ár, horfir á sjónvarpið og svo er það bara hent út, skilur. Þetta er bara geymsla, skilur og þú veist, þú byrjar bara að gera nákvæmlega sömu hluti og varst að gera áður en þú fórst inn í fangelsi af því að þú ert ekki búin að byggja neitt bakland eða neitt, skilur, þú veist, kannski það er ekki verið að gera neitt, skilur. Núna þegar ég kom seinast inn, þá akkurat mig langaði að tala þetta með sálfræðing. Ég var að vinna hana og ég var nýbúin að bara æskuvinur minn dó í höndunum á mér og ég hitti sálfræðinginn út í vinnunni hana upp á Hólmsheiði og ég sagði henni frá því, skilur, og ég sagði henni frá því ég væri bara í áfalli yfir því, skilur, og bað hann að kalla á mig og hún labbaði oft fram með mér á dag, skilur, hún kallaði aldrei í mig, þú veist, og hún var bara að taka eitthvað svona nokkra fyrir. Ég sá hann oft vera að kalla á sömu strákana bara á að því að upp á Hólmsheiði er miklu meiri, þú veist, það er auðveldara fyrir þetta starfsfólk að fara þangað því að það er nálægt bænum, skilur þú veist, með að það er, þú veist, keyra kannski bara 2 sinnum í viku upp á Litla-Hraun eða 1 sinni í viku eða þess vegna, skilur þú veist, og ég held ég hef talað nokkrum sinnum við sálfræðing meðan ég hef verið í fangelsi og þú veist, ég er búin að afplána 5 ár í fangelsi. Veist, og það var bara því að hún var sálfræðingur sem var að vinna á meðferðarganginu líka þannig að veist, hún gat nýtt þessa menntun sína líka skilja. En ef við færum okkur í kannski neysluna það er mikil neysla í fangelsunum og auðvitað mismunandi á milli fangelsa hvernig upplifið þið? Neyslan, hún er sko hún er minni á Hólmsheiði en það er alltaf þegar ég komið í fangelsi þá skiptir engum máli hvað þú ert ef þú vilt fá þér þá er það ekkert mál það er bara svoleiðis, alveg sama hvað þú hefur verið en Hólmsheiði er þetta er einangraðra fangelsi og erfiðara fyrir menn að fara með dóp á milli og þetta er svona kannski enginn er við ykkur að ganga það er svolítið svoleiðis en þegar þú ferð bara á Litla-Hraun þá er það svona þetta er miklu meiri neysla þar og efninu eru búin að breytast svolítið mikið, náttúrulega komið harðara efni, krakk og kristall, whatever, skilur og meira töflum sem er bara ekki gott, það sé sko. En þetta var ekki þannig fyrir 15 ára síðan, þá var til þess krakk og kristall og minna þessum töflum, eða ekkert á þessum töflum þegar ég var í fangelsi fyrst sko. Mér finnst hún að versnað upp á þetta að gera næstan sko. Það er náttúrulega líka, svo er komin náttúrulega fíkniefni sem að mælast ekki eins og þetta Spice, skilur það er náttúrulega svakalegt, skilur ég hef alveg labbað 3 svara mönnum sem eru bara liggjandi í ælunni sinni bara eru að kapna og ég þurfti að leta sama einstakling bara 3 svara hliðina bara svo hann geti ælt út sér, hann var ekki að tala við hann sko og svo líka bara þú veist Hólmsheiði, þú veist það er erfiðara að dreifa efnunum þar af því að þetta er skipt niður en mér myndi segja að það væri auðveldara að koma efnunum þar inn af því að það er auðveldara að fá heimsóknir þar, skilur en þú veist, þeir eru samt ekki að því af því að þú veist, þannig þeir eru ekkert svona mikið að því af því að þetta er hólfa niður
og þá minna hægt að allir að koma saman ef ekki að græja eitthvað eða þú veist, að redda ykkur skilur, en upp á Litla-Hrauni eru allir saman bara úti og það er bara allir að vinna saman að einu marki að komast í vímu skilur og þú veist mín upplifun að þessi líka svo þú veist að oft á tíðum menn sem að fara að vera á Hólmsheiði í eitthvað lengri tíma þeir að reyna að koma í veg fyrir að enda upp á Litla-Hrauni og þar að leiðandi neysla líka minni þar að svona, þú veist, það svona mín tilfinning fyrir því, skilur það, því að menn þóra kannski minna að taka sénsinn og að reyna að koma sig upp fyrir það og svo einmitt, þú veist, það er gott að tala þessi synthetísku efni sem að koma og geta bara komið, þú veist, úr ekki neinu og engin leið að finna lykt að því og annað, en þú veist, þannig komum við bara aftur að, þú veist, því sem þú ert að tala í þessari meðferðar áætlun og þessu, þú veist, leið og fólk hefði eitthvað að missa, þú veist, neyslan mest á Litla-Hrauni, það sem að hlutirnir einhvern veginn gegnum skornir, þú veist, það einhverjir menn sem með heimsóknir, en þú veist, þetta mjög margir menn sem að hafa bara engan til þess að heimsækja sig og það ekkert að missa, þú veist, og þar að leiðandi ekkert mál að leita í neyslu, sko. Þannig að þeir hafa í raun og veru enga tilgang og ekkert að vinna að í raun og veru, þannig að það er kannski vandamál í fangavistinni. Ég myndi að sjá það umbun. Það náttúrulega ekkert verra heldur en, þú veist, ef þú ert upp á Litla-Hrauni, hefur engan til þess að heimsækja þig, farið aðabrót, það breytir voða litlu máli nema að bara dagsetningin færist aðeins lengra frá og ef þú ert með langan dóm, skilurðu, þá bara, þú veist, sumir eru bara, ok, ég með 5 ár, ég þarf ekki að fara að haga mér fyrir en ég komin, það bara 4,5 ár í að ég megi fara eitthvað annað eða eitthvað, sumir vilja bara vera upp á Litla-Hrauni í neyslu, skilur og þú veist, svo eru menn með mál í kerfum og annað og bara ekkert að spá í menn, skilur, þeir bara sjá fram á að klára dóminn sinn á Litla-Hrauni og þú veist. En hvað er vinsælustu efnin í dag í fangelsum? Er það róandi og spæs, Xanax? Já, Xanax. Þetta svona það sem mest misnotað í dag, kannski en Subuxone eða þú fær náttúrulega bara Subuxone og Lacnis að þú vilt það, sko. Það var svona á sínu tíma, þá var það eitt af mest seldu efnum. Þegar ég var þarna, þá var það bara núna eru bara 20 manns á morgnana niður hjá verðanum að sækja Subuxone sín. Samt það skrítið, því að Subuxone hægt að fá bara hjá S.O.A. í raun og veru, þannig að það Svo eitt með það, Subuxone, það fullt af aðlum sem að komin í fangelsi, aldrei verið á Subuxone eða raun og morfínskildum lyfjum, fara inn í fangelsin og fá þetta hjá öðrum föngum eða whatever, sko, og þeir koma út sem morfínfíklar í staðinn, þú veist. Jafnvel komnir og viðhaldsmeðferð. Eins og ég, skilur þú veist, ég orðin morfínfíkl í dag, ég ekki virkur, en þú veist, og ég þekkti bara Subuxone sem fíkniefni, sko, þú veist, bara, þú veist, meira þess að bara áður en ég fór fyrst inn í fangelsi, þá var félagi minn sem að let mig prófa þetta því að hann vissi að ég væri að fara inn í fangelsi, hann var bara að stríða mér, skilur, og sagði að þetta væri eitthvað annað, en let mig prófa þetta og bara að segja að þetta myndi ég vera að nota á hverjum degi upp á Litla-Hrauni, skilur, svo þegar ég fór að reyna að hætta á morfínu, skilur, að alltaf þegar ég var á Subuxone þá tengdi ég þetta svo mikið við fíkniefni, skilur, sem átti að vera að bjarga lífinu mínu, að ég datt oft bara í það, því mér fannst hvað sem ég að vera bara í neyslu, skilur, þegar ég var að taka Subuxone af læknisráði, skilur. Þannig að í raun og veru, sko, þegar ég var í fangelsi fyrst, þá var bara hass, eiginlega, og hassið átti markaðina það og það var svona, ef það var mikið hass til og þá hafði það áhrif á fjárkerfið hagkerfið í fangelsunum og það var kannski lítið að gera í sjoppunni en þannig að þeir sá alltaf þegar það var mikið hassi til en allt annað sem kom var svona í minna magni, sko, en þannig að það má segja að þessi barátta og þetta stríð gegn vægu efnunum eins og hassinu, að það hafi leitt til þess að í fangelsin komu harðari og efni sem að hættulegri og það er bara það sem gerðist í raun og veru. Ekki spurning. Og þetta þú veist, maður hefur heyrt af mönnum sem hafa setið inn í Danmörku og annars að svona, þá eru menn að tala um það og þú veist, og ég sé það bara í þáttum á Netflix eins og í Grænlandi og svona, þú veist, það er bara markvisst ekki verið að bregðast jafn mikið við hass og kannabisneyslu inn í fangelsunum og þú veist, út frá því að örugglega út frá því að bara það heldur mönnum frá harðar efnum, sko. Já, ég get staðfest þetta. Já, það er bara klálega þannig, sko. En hvað,
Ok, en meðferðarúrræðin sjálf inn í fangelsum, hvaða meðferðarúrræði eru til fyrir það sem vilja hætta inn í fangelsum? Það náttúrulega bara meðferðargangurinn á Litla-Hrauni, þú veist, og svo já, það þú veist, ég menna, það var það sem bjargaði mér og, veist, okkur öllum ekki. Jú, veist, ég menna, spilar inn í mjög mikið. Ég fór í seinustu afplánunni inn á meðferðargang, fór bara markvist inn á hann, reyndar ekkert eitthvað og búin að spá eitthvað hvernig ég ætla að gera, en fór inn í það og síðan þá hef ég verið edrú, farið í A og ég þurfti að gera þetta allt sjálfur. Ég þurfti að biðja þetta hvert einasta skera sjálfur, bara bókstaflega frá aðtölu. Það var einn maður, eða bara einn maður sem sér meðferðarganginn á Litla-Hrauni og hann gat ekki orðað þetta betur. Þetta mjög erfitt mál að vera með hennar meðferðarganginn, menn þetta eins og vera með edrú borðinu á einu heilum bar. Þetta svolítið svoleiðis. Þetta bara chaos og það alveg eins og að reyna að vera edrú bara inn í partíi. Já, þannig að meðferðargangur sem slíkur ekki að virka. Að einhverjum markmiðum en ekki því sem við myndum vilja. Nei, það ég meina þegar frá því ég satt inni þá voru við 3 sem ennþá edrúdrakk, sem ég veit af þeir árinu, skilur. Það ég hef átt af öllu sem hafa verið. Átt samtal oft við hann Jón Þór Kvaran sem þú ert að tala sem stjórnar meðferðarganginum og hann hefur komið hingað líka og við höfum átt samtal hvað þarf að gera á Litla-Hrauni og auðvitað þarf meðferðargangurinn að vera annar staðar en í fangelsinu sjálfu. Þetta þarf að vera algjör aðskilnaður, þannig að menn hitti aldrei aðra og við höfum komið með þá tillögu að hús 1 yrði tekið undir þetta og verið þar væri bara meðferðarúrræði en þar komast færri að heldur en á hinum. Hús 1 það líka bara úldið Já, en það er verið að gera það verður opnað aftur eftir hálfa mánuð, skilst mér en þar komast færri að og það sem að mér skilst að þá fangelsin að fá ákveðin pening í þetta verkefni og ef þeir minnka það þá eru þeir hræddir að missa það, þannig þetta er alltaf spurning um peningin en frekar en árangurinn, skilur þetta er svona, þannig sé ég þetta allavega þannig að það er kannski ekki eins mér finnst eins og það vanti viljan skilur til að láta þetta það gefur og náttúrulega auguleið að þú fleiri sem þú nærð úr bata úr fangisi sem ná ykkur bata því hagstara það fyrir allt hagkerfi Íslendinga það náttúrulega bara segir sér allt það kostar alveg hellis penning fyrir ríkið að þjóðfélagi að loka hvern mann inn í fangisi hverjum mánuði það er náttúrulega bara og ef maður kemur ekki út bættur eftir fangisi þá er allar líkur að hann detti aftur í það og gerir nákvæmlega sama áður en að fer inn og fer aftur í fangisi það er náttúrulega bara common sense. Ég get líka sagt, eins og í mínu tilviki að því við erum að tala hennar meðferðarganginn og allt þetta, ég byrja mína edrúgöngu daginn sem ég kem inn í fangelsi en í seinasta sinn sem að þegar ég hætti algjörlega neyslu ekki fyrir en að ég daginn sem ég losna edrúdagurinn minni dagurinn sem ég losna út úr fangelsi út frá bara aðstæðum og einmitt, hreyfingum á ganginum og menn að koma og ég dett í það á meðferðarganginum en hann hjálpaði mér upp á vissu marki en það er ekki fyrir en bara daginn sem ég losna sem ég er komin út úr þessum aðstæðum að vera í fangelsi sem ég næ að verða alveg edrú Einmitt, við heyrum stundum að ef einn dettur í það á meðferðarganginu og detta allir í það og þá kannski þú allir að yfirgefa það gangi það gerist hjá okkur og síðan líka kannski að fólk sé á meðferðarganginum á röngum forsendum þeir fá kannski eitthvað hærri laun eða fá betri mat og eitthvað svona og það er svona álgert svindl svolítið en þannig að menn séu ekki alveg að taka þátt í þessar réttu forsendum og það vanti svolítið og þannig að það þarf klárlega bara eftir að maður hlustar á ykkur að það þarf að taka á þessu málum sérstaklega og breyta, það þarf að breytast eitthvað en það er svolítið mikið og við höfum séð það í okkar heimsóknum inn í fangelsin að það er mikið unga stráka og í fangelsunum og þeim finnst agalega spennandi að koma í fangelsi og maður heyri það bara í þegar maður heyri það og hlustar á það að tala í síman það er bara já þetta er frábært það er þessi og þessi maður og þetta er bara allir vinir mínir og þeim finnst þetta ótrúlega flott og ég meina hvað er í gangi Ásgeir, þú ert yngstur á okkur
Hefur þú einhverja skýringu á þessu? Það náttúrulega bara ný kynslóð að koma inn í fangelsiskerfið, skilur, alveg eins og hann sagði og við, þú veist, að þetta væri svolítið eins og leikskóli núna. Þegar ég kom fyrst inn í fangelsi, skilur, þá var ekkert verið að stinga neitt, sko, ekki séns. Bara strákanir sem að stjórnuðu svona að þessu, þeir eru aldrei leyft það. Þeir eru aldrei leyft það, af því að þannig er þetta að fokka í þeirra rútínu og þeirri afplánun og meiri augu á þeim, skilur. En núna eru bara yngri gæjar sem eru að reyna að gera sig að einhverju nafni, skilur. Og þá er bara, þú veist, þá eru bara, þú veist, þannig að þú veist, þetta eru ungu strákar sem eru að koma inn, eru kannski búin að heyra frá vinnu sínum sem eru komin upp á Litla-Hraun sem eru bara aðeins eldri en þeir og þeir eru bara, já, við erum bara að selja hérna, bara að geða gaman og þeim langar bara að koma inn í fangelsi, skilur, til þess að vera með hluti af þessu og geta sagt að þeir hafi verið inn í fangelsi þegar þeir koma aftur á götuna, skilur. Og þetta er bara, þú veist, ég held að sé svolítið mikið það, bara það er yngri kynslun að koma inn í þetta og þú veist, eins og þú sagðir, þú veist, það var náttúrulega bara hart þegar þú varst þannig fyrst og þetta bara breytist með tímanum, skilur. Já, mér, þú veist, það er náttúrulega, þú veist, þetta bara, ég upplifi það þannig, þú veist, að menni eru miklu fyrr og miklu, þú veist, meðvitaðri að fremja alvarlegri ofbeldisglæpi og annað sem að verður til þess að yngri strákar eru að koma inn í fangelsi og fangelsi er búið að missa, þú veist, hjá þessum mönnum, það er ekkert sem heitir fælingamáttur og annað, skilur, það er kannski ótt í þessu en þú veist, en það er ekkert svo mikill þú veist, fælingamáttur og því að menni eru bara að setja sig í ákveðin hlutverk til þess að vera með eitthvað reppi í þessum heimi og annað og þú veist, ég spyr sjálf á mig ef þessi menn myndu vita að afleiðingin væri að þurfa að vera hjá þerapista einu sinni í viku og þurfa að setja sálfræðitíma og vera í einhverju prógrami myndu þeir beita ofbeldisglæpi þá, skilur, ég er ekki viss að vera jafn aðlaðandi, þú veist, þeir segja bara fuck it, ég fyrir bara að chilla með homies eins og þeir myndi segja það, skilur, í staðin fyrir bara eitthvað, ef ég brýt af mér þá verður bara fylgst ótrúlega mikið með mér og ég þurfa að vera eitthvað að tala sjálf á mig og sálfræðingi og þú veist, ég hugsa að það er meiri fælingamátt fyrir þessa stráka heldur en að þeir vita Litla-Hraun sé næsta stopp, sko. Já, ég er bestið við bara samanlega upp á hann, sko. Mér finnst það bara grátlega þróun að þetta skulle vera bara gæði kúl. Þetta er bara glata situation, sko, en þannig verðist þeir bara, það er búið að aukast einhver harkan í glæpunum meðal yngri kynslóðuna og þeir eru náttúrulega bara, allir, eins og segja bara einhver homies-anna og allir komnir saman á Litla-Hraun og þetta er bara nýja trendið, þú veist, bara sem er glötuð þróun og það er eitthvað sem að ég veist, fangelsismálastofnun og fleiri meðferðarlega mættu bara taka þetta fastari tökum á bara hverjum einum einstaklingi þeir koma inn bara og í raun og ég veit ekki hvað þeir að gera sátt í fælingamátt en það er eitthvað sem við þurfum að bæta eitthvað sem við verðum að gera. Þannig að það er spurning að skikka menn að taka ákveði námskeið kannski í áplánun og færði ekki reynslulaust fyrr, sko, það þarf einhvern veginn að gera eitthvað svoleiðis, held ég, að því að svo erum við til dæmis með fólk sem í fangelsum sem að er algjörlega blásaklaust, það er að segja þau halda það eða þau eru ekki að sjá og það eru náttúrulega sérstaklega ofbeldismenn og ofbeldismenn í samböndum með það sem að lemja konur eða eitthvað sliðis að þeir eru ekki að sjá hvað að þetta sé þeim að kenna, skilur, að þeir hafi gert eitthvað rátt. Þannig að það þarf ofta að setja svona menn bara í ákveðin námskeið þannig að menn svona læri og átti sig á eins og hlutunum, sko, en að setja þá þarna í geymslu svo koma þeir út í sko enn verra ástandi og við vitum alveg hvað gerist þá að konan eða aðrir fá glóður á hinu líka eða bóðum, veist, þannig að en sko, ok, við erum síðan afstæðar með vettvangsteymi og þið eru tveir í vettvangsteymi afstöðu og eru að fara reglulega inn í fangelsinu að hitta stráka og stelpur og þú veist að vinna þau upp og ætlar að koma seinna þegar þú ert tilbúin í vettvangsteymið og taka þá en sko það sem ég hef tekið eftir er að þessir ungu
að þeir eru samt að hlusta, þeir eru að reyna að spurja spurningar, er ég að gera rétt, á hvað á ég að gera, þú hefur verið þarna áður, ok, skilur og maður sér það á þeim að þeir eru að draga inn upplýsingar og spurja, þetta ykkar reynsla líka? Þetta klálega bara mín reynsla og ég get alveg sagt það sjálfur, ég að vinna svona aðeins með annarri stofnun og svona í svona dæmi og bæði á geðdeildum og annars staðar, öllu heilbrigðiskerfi og alls staðar verið að reyna að taka inn þennan jafningja stuðning, skilur, sem að mætti klálega vera miklu meiri. Við komum og sinnum einhverjum jafningjastuðningi, við erum ekki að fá borga fyrir þetta og gerum þetta bara með vinnu og fjölskyldulíf og öllu, mínu upplifun svo að jafningjastuðningur bara eitt af mikilvægasta vopni í að breyta, skilur, af því að þetta snýst svo mikið áhrifagetni. Ég get sagt, í mínu tilviki, ég vildi ótrúlega mikið breytast og ég sóttist ótrúlega mikið eftir þessu og það var líka eina leiðin. Þess vegna erum við að tala henni í byrjun að ég hafi verið hjá sálfræðingi mikið og eitthvað svoleiðis. Það bara eingöngu vegna þess að ég sóttist eftir að hitta sálfræðingin. Ég lagði mikið á mig og en ég varð líka fyrir klóm áhrifagetnins í fangelsi, sko. Og afvegaleitist á tímabili og annað inni og það út af því að við verðum svolítið fólki sem við erum í kringum og ef við erum bara í kringum menn sem eru bara, að gefa skít í allt og svona, það mjög erfitt fyrir okkur að leiða einhvern veginn sömu braut, þannig að mér finnst að jafningjastuðningur ætti að vera miklu meiri til þess að, ég hef ekki ennþá lent í því þessu vettvangsteymi að mæta þarna og vera að segja mönnum eitthvað, já, langar ekki að fara og að tala uppbyggilega og einhver segir við mig, hei, þegið þú þarna, skilur, það ekki séns. Allir þessi gaurar, þeir hlusta og alveg til í að heyra og alveg sammála, en svo, eru við þarna í takmarkaðan tíma, svo löpum við bara út og þá tekur, gamli félagskapurinn við og skila minni árangri, Þannig að vettvangsteymi sem slíkt er að virka og... Já, það að skila. Vettvangsteymi, allan daginn, fólk, fangarinn náttúrulega horfa okkur, menn sem fyrirvændi fanga, hefur náð að snúa gjössalega við blaðinu og okkur gengur gett vel, bara þeir, það er enginn að fara að segja með það að það sé, það er allavega myrkilega fáir fangar með alveg þvílíkt einbyggtan brotavilja í það að bara vera fucking fangi, skilur við, varst ekki að segja það. En og þess vegna er gaman að koma þann inn og sýna fram á það að þetta er alveg hægt, það er betra líf til en að vera þarna, bara, en það er náttúrulega, skiptir máli félagskapurinn sem í kringu þessa stundina, og þetta veldur allt á sjálfu þér, hvort að þú vilja ná árangri ekki. Það er bara svolítið hannig. Já, ég vil ekki taka það fram að í vettvangsteyminu, þetta er blanda teymi af, eins og þið þekki vel, af fyrirverandi föngum og svo fagfólki. Og við erum svo heppin að við erum með sjálfboðaliða líka sem úr röðum fagfólks og það eru 3 félagsráðgjafar, hjúkrunarfræðingur, geðhjúkrunarfræðingur sem svona faglegur ráðgjafi hjá okkur, þannig að þetta er svolítið flott, það finnst mér sko. Þetta er bara alveg glæsilegt heimi sko. En við erum samt ekki að fá nógu mikið stuðning frá stjórnvöldum til að gera þetta á faglegri nótum sko, og það er það sem við þurfum að gera, en að því að þú talar jafningja grundvöll og fræðslu og annað, að ég fekk að fara í boði dómsmálaráðherra til Finnlands að skoða fangelsi og úrræði og hvernig þeir gera þetta og ég var mjög hrifinn af óbóðslega mörgu, auðvitað er margt gott þar og slæmt og svo í alls konar hlutum, en svo fór ég að skoða úrræðin sem eru svipuð og afstæða, sem eru svona svipuð samtök og það er allt unnið á jafningja grundvelli, en þau eru með 103 starfsmenn. 103 starfsmenn, ég fekk áfall. Ég bara, núna verðum við að fá meiri stuðning hér og við verðum og ég meina við erum að sýna það, við erum búin að ná fram allar breytingar sem eru orðið á fangelsmálum bara síðasta áratug til eins betra af frumkvæði afstöðu og breytingar og reglum og öll umræðan sem er í gangi, þetta er svo nauðsynlegt, það er bara
þessi jafningjagrundvöllur, hann að virka og hann að sýna sig og þetta verið að taka þetta upp á fleiri stöðum, það eru alls konar önnur samtök sem að þjálfa jafningja eins og IPS, Intentional Peer Support sem að þjálfa jafningja á geðsviði til dæmis og Landspítala og annað og stofnanir fara að taka jafningja í vinnu sko, þannig að mér finnst þetta við stjórnvöld hér verða að styðja betur við að því að sko það ekki bara verið eitthvað að gera fyrir fanga, við erum að tala sko fjölskyldurnar okkar og börnin okkar og við eigum bara samfélagi á það skilur við líka, þetta ekkert bara, þetta hjálpar öllu samfélaginu. Þannig að þetta var svona ræða bara sem ég ákvað að koma með en hvað segir þið með atvinnu, eitthvað að gera innan fangelsunum, hvað fóruð þið að vinna? Fenguð þið einhver að vinna? Ég núna var ég upp á Hólsið, er voða lítil vinna, skilur, það bara annað mála bolla eða þú ert heppinn og farið að vinna í sjoppunni, skilur. Það eina og svo kannski einhverja stelpur sem að vinna við að þrífa fram á gangi, skilur. Það eina, en upp á Litla-Hrauni náttúrulega miklu meiri vinna, það hana verið að rífa raftæki í sundur og trésmíðan og svo eitthvað verið að taka smiðjuna aftur í gang, skilur og þú veist, svo náttúrulega að viðhalda lóð, skilur á sumrin, skilur og málingar og svona númeraplötur og eitthvað og þú veist, en það var það ekki alltaf meira að vinna fyrir utan fangelsi, er það ekki hægt? Það hægt. Já, það, þú veist því miður. Við ná nám fyrir þetta hugsi, þá var eins og mjög öflugt. Það skrif aftur á baka, en breytist vonandi, sko. Já. En hvað, ok, en tómstundir og íþróttir og ég menna, veist... En eitt svona í þessu, veist þú eitthvað hvað þetta til dæmis mörg stöðugildi þannig upp á Litla-Hrauni? Að fangavörðum? Nei, sem í boði fyrir fyrir fanga. Þessi smálun, þú veist. Nei. Þú veist, upplifið það allavega að fá ekki allir vinnu sem vilja, sko. Nei, sko, persónulega í fullkomnum heimi nota benni, þú veist, það myndi alveg kosta peninga en að fara eftir svolítið norsku fangelsunum, að þegar þú kemur inn, þá bara tekin í viðtal og sagtu þið bara herru, hvað ertu að spáði? Þú hefur starfsnáma að velja, þú hefur þessa vinnu að velja, þú hefur meðferð að velja. Ef þú viljir ekkert að þessu, þá verður þú bara inn í klefa, skilur. Þetta væri fullkomni heimi fyrir okkur og allir fangar þurfti að fara í einhvers konar meðferð. Það finnst mér mikið atriði. Yfir 90% af fangum hafa við vímuefnavanda mál að stríða. Já, og bara önnur andleg vandamál. Þetta væri hinn fullkomni heimur fyrir okkur fangana til, ég held að sko endurkomið fangi sem myndi snarlækka sko, þó að fangismálastofnun segir að endurkoman sé ekki rosa hámiður hinn Norðurlöndin en þau taka náttúrulega öll burðardýrin og alla sem að koma inn í fangisi og Já, við sko, það staðfest að annar hver fangi kemur aftur í fangisi hér á Íslandi og það alveg svipað og annars staðar, þó að Noregur sé kannski með minnsta en já, sko, mér alltaf fundist að vera svona cirka kannski 40% af þeir sem eru með vinnu í fangelsum. Síðan hefur fólk verið að keppast við að fara í skóla til að fá pening, þó að vilja ekkert fara í skóla, sko, og síðan veist það kannski þáttaka í skóla allar annir, sko, í byrjun, svo dettur það niður að því að fólk, veist, hefur kannski ekki áhugan, sko, sem svolítið slæmt að því að og svo náttúrulega ráða að því það náttúrulega fáir kennarar og þeir ráða ekki við að reyna að viðhalda áhuganum kannski en það þú kostar tómstundum og svona þú veist, ég man eftir sjálfur þegar ég satt inni og líka þegar við erum í þessum vettvarsum og svona, það eru íþróttir í boði, það sem sagt, þú veist, fótbolti og það líkamsrækt og svo eitthvað salur til að sprikla upp á Litla-Hrauni til dæmis. Þú veist, það sem að ég man mjög eftir og mætti bæta, þú veist, væri að hafa einhvers konar einkaþjálfari eða eitthvað í einhverju smá hlutfalli því að, þú veist, ég man, og ég veit ekki hvort þið kannistu þetta, íþróttameiðsli eru gífurleg inn í fangelsi. Menn að lyfta vitlaust, eyðileggja á sig bakið, menn í fótboltanum, hafa verið að tækla hvern annan, koma slasaður út af því, íþróttameiðsli eru gífurleg í þessu, að því að menn kannski að koma úr einhverjum aðstæðum og fara síðan að rífa upp einhver lóð og beita þessu öllu vitlaust og annað og þú veist, það mætti líka alveg setja einhvern smáaugur í að
hafa kannski eitthvað einkaþjálfara einu sinni í viku og viðhalda tækjum, ég held Já, að það sé viðhalda líka sko, tækjum því að líka. tækin eru ónýt Já, ég meina, sum tækin voru bara byggð af föngum og fyrir sko mjög löngu sko, þannig að auðvitað er það, getur það verið hættulegt sko þegar slitnar tæki og svoleiðis. Menn voru bara en hvað það sem ég svolítið forvitin sko með við vitum að í fangelsunum er veikari hópur og það eru jafnvel einstaklingar sem að eiga við vandamál með vímuefni í æð. Sjáu þið það sem mikið vandamál inn í fangelsunum? Já, það er alveg, þú veist, það er alveg dæmi um það, sko, það er alveg dæmi um það, sko. Ég alveg bókað, sko. En þú veist, það er alveg vesen að ná því, en skilur, að þú ert með einbeittan vilja í því að vera í neyslu, þá myndi alveg ná því, skilur. En hvað finnst ykkur eins og til dæmis með skaðaminnkun? Þarf ekki, nú er verið að tala mikið um skaðaminnkun hér í samfélaginu og alls staðar í heiminum. Þetta er svona aðeins að breytast og viðhorfin og annað slíkt og ef að menn eru í neyslu æð, sérst inn í fangelsunum, þá er mjög erfitt auðvitað að koma inn með nálar og sprautur og yfirleitt eins og ég þekki þetta, þá voru menn að koma með þetta í smygli í raskatinu, sko, svo er að vera að dreifa þessu á milli og menn að nota sömu. Ég meina, hvernig finnst ykkur, hvað hugmyndir hafið þið til dæmis með skaðaminnkun? Hafið þið eitthvað pælt í þessu? Já, ég náttúrulega hlutastarfsmaður í, þessu málaflokki hjá Reykjavíkurborg, heimilislausum með fjölþætta vanda sem búið að taka skaðaminnkun mjög mikið inn og auðvitað á bara að vera aðgengi að þessu rétt eins og smokkum í fangelsi. Smokkar eru aðgengi að smokkum? Nei, en það á að vera. Í heimsóknar almenni er það þar. Já, þú veist, en mér finnst það bara persónulega að þetta eigi að vera aðgengi að þessu fangelsi á þess að, þú veist, ég held að þetta myndi ekki auka eitthvað, þú veist, búa til fleiri sprautufíkla eða eitthvað svoleiðis, sko. Súpersson býr til fleiri morfínfíkla á nenni heldur en sprautur myndi búa til sprautufíkla. Þú veist, og en sko, það er náttúrulega hugmyndin líka náttúrulega að þegar menn eru að notaðar nálar og þá er mikil sýkingarhætta og bæði eru menn að smitast af sjúkdómum og geta fengið bara sýkingu í sig og það er rísa kostnaður líka, sko, fyrir utan heilsu kostnaður og þá er það kostnaður peningarlegur líka, sko, þannig að þetta er framtíðin en þannig að þið myndi vilja sjá aðgengi að sprautum og nálum og svo náttúrulega væntanlega að meðferðum jafnvel læknaþjónustu þar sem að ég myndi vilja sjá það frekar, þú veist, ég trúi bara að þú veist, þó að komast í spraut og nál, skilur, að þú ert ekki sprautufíkill, þá ert ekkert eitthvað líklegri til þess að fara að sprauta, held ég, sko. En ef að einstaklingur sem er með þessi vandamál og fer til læknis eða hjúkrunarfræðings inn í fangelsinu á hann hættu á að það verði vesen fyrir hann inn í fangelsinu eins og það er í dag, myndi hjúkrunarfræðingur segja í fangelsyfirvöldum frá því? Ef hann væri að sprauta sig, skilur. Ég veit það ekki, sko. Er það löglegt, eða? Nei, það er nú ekki, maður veit ekki, sko. Það myndi ekki halda það. En það var auðvitað á sínu tíma, þá vorum við alltaf með svona, okkur fannst ekki í lagi, sko, að sálfræðingar og félagsráðgjafar til þess sem væri að vinna hjá fangelsyfirvöldum væru síðan að koma upplýsingar kannski, sem hefði áhrif, var kannski að tala við fólk í afpláninu og svo látaðu, sko, fangelsyfirvöld vita, þannig að það getur haft áhrif á afplánuna, þannig var þetta kannski svolítið í gamla daga, sko. En það er breytt í dag, sko. En svo farið þið allir í opið fangelsi, eða ekki? Jú, ég hef verið í opnu fangelsi. Jú, það var svart og hvítt við að sitja inni til dæmis á Litla Hrauni og þannig, sko, það er svona, við svo tölum á hann, það er svona heilbrigðara hópurinn sem að fer oft þangað, sem fer í opnu fangelsin og það er eitthvað sem er úrræði sem mætti fyrir mína, þú veist, ef ég var eitthvað stjórnir sem ég ger það ekki, en þá myndi ég að fjölga þessum úrræðum fyrir alla munu og hafa líka markvissara meira starf inn í þessu, meðferðarstarf og, þú veist, bara einhverjum bara meira fjölbreytni í raun og veru
fyrir bata, hvers fanga fyrir sig, þú veist, taka það markvissara, það sem er ekki gert í raun og er þetta lúxusgeymsla eins og staðan í dag, það bara svoleiðis, ég myndi orða það þannig, þú veist, þetta geymsla, þetta hrottalega geymsla svolítið á litla runni, eða þetta lúxusgeymsla, þú veist, eins og bara staðan í dag, Myndirðu vilja að fólk sé skikkað eða svona að það sé skylda að taka þátt í prógrami og allan daginn og vinnu og menntun og allt öllu þessu? Já, allan daginn, ef þú ætti að komast á stað yfir höfuð, þá áttu þetta á að fara í ykkur prógram, það bara þannig. En þú veist, ég man eftir, mér leittist í opnum úrræðum. Rosalega. Það var ekkert að gera þar, þú veist, ég fekk þetta frelsi að vera í samskiptu heiminn. Það lét bara tíman einhvern veginn hægja á sér og svo var náttúrulega bara alltaf aðgengi, þú veist, að interneti hvort ég á hinn á staðnum, en þú veist, þar hafði ég betri aðgengi að íþróttum, betri aðgengi að menntun, betri aðgengi að öllu og bara meirum að vera. Mér leittist í opnum fangelsum sjálfur, sko. En samskipti, fjölskyldu og svona í opnum, þau eru betri. Það er miklu betri. Jú. Lengri heimsóknir. Já, það voru kannski heimsóknir, það er einhvern og það einu. En með samfélagsmiðla, nú veitum við að fangar eru svona almennt á samfélagsmiðla, þó að það sé bannað. Það er svona að segja, þessar reglur eru bara barsins tíma, það er bara svolítið þannig. Við fáum alltaf þessi rök, sko, ég meina þeir geta reynt að hafa samband við fórnarlömb eða eitthvað slíkt, sko, en ég meina þú getur það líka alveg bara hringt í það er hægt að loka á það. En ég meina þú getur alltaf hringt bara í kona, en það farið á Facebookið mitt og sendir sem græja skilabóð, eða fattar við. Þannig að þú veist, ef þú ætlar að gera það, þú getur alveg gert það, en tæknin líka bara orðin það mikil að þú veist, það eru bara svona litli símar inn í fangelsunum. Bara með snertiskjá og myndavél og menn eru bara í vídeókáli, skilur þú veist. Þannig að sko, en í mínum huga þá eru samfélagsmiðlar mjög mikilvægir fyrir fanga. Þannig að þeir geti viðhaldið tengslum við fjölskyldu og séð, ég meina það fer allt fram á samfélagsmiðlum, þú sér myndir af börnunum, hvað eru að gera yfir daginn og getur verið í samskipti við þau. Og ef að þetta er ekki leyft eins og þetta er í dag sko, það eru margir sem að bara verða líka tækni heftir, ég er þannig eftir ég var mjög lengi í fangelsi og ég bara á mjög erfitt með tæknina og og ég meina þetta háir manni það sem eftir er sko, að hafa mist svona langa tíma úr, það er bara þannig þannig að þó að sumir reynda að segja að ég ætti að vera eitthvað minna á Facebook en það er það samt sko. Þetta hefur gífurlega áhrif og ég fanga vist á að vera sem líkust samfélaginu, menn hafa átt að segja á því í gegnum tíðina þannig að við og ég veit og ég veit að við könnum það hjá afstöðu sko, hjá símafyrirtækjunum hvort það væri hægt að setja upp sko, einhverja sérstaka stöð í fangelsunum þannig að það var hægt að skipuleggja og að fangar gætu verið á netinu en það var hægt að koma í veg fyrir að þeir gætu hringt í ákveðna aðila, þeir gætu ekki kannski kommenta við fréttir eða nema hjá ákveðnum aðilum kannski fjölskyldu eða annað og þetta er allt hægt og ef að menn hefðu þetta þeir myndu aldrei vilja missa þetta, skilur við, þannig að sko... Það þurfti að vera eitthvað gulrótarkerfi, sko, það er einmitt, sko, þið talið sko að litlar sem sé eins og leikskóli og það er svolítið þannig að þegar sumir segja af hverju eigum við að verðlauna fólk fyrir að vera í fangelsi, skilur, fyrir að haga þessu vel en fólk er bara þarna mjög veikt, fólk búin að missa alla von, þú þarft að vera með gulrótarkerfi til að leiða fólk áfram á réttan stað, skilur, og það er það sem hefur vantað hér á Íslandi, það er ekki unnið með fólki á plánu þannig að sko ég held að þetta sé örugglega eitthvað sem ég eftir að koma en þetta er samt að er hræðsla það er hræðsla við þetta og kannski að því að þetta var misnotað svolítið á sínum tíma en það er líka bara einhver galli, við vorum að tala um þetta árum við byrjum en það er eins og við Íslendingar þurfum alltaf að vera að finna upp hjólið sjálfur það er bara, hvað er það? Meina, við okkur getum við ekki fara að fordæma annarra þjóðar sem eru langt á undan okkur í öllu þessu dóti við þurfum alltaf bara, við skulum gera þetta og svona því við erum bara rosalega sjálfstæð þjóð þetta er svo margt af þessu, þetta er bara hlægilegt, bara því miður. Eins bara með samfélagsmiðla, þetta er bara barnsins tíma þessar reglur, það er bara þannig, við vitum það alveg. Ég get alveg skilið, sjónarhorn og eitthvað svona, kannski menn,
þú veist, þetta kemur alltaf þessi ofbeldisfaktor, þú veist, það sem að fólk að tala bara eitthvað, já, þú veist, gerandi minn bara, þú veist, og fólk að sjá gerendur sína hérna og þar og þú veist, og það eins og þú segir, bara mjög einfalt að koma í upp fyrir það, bara að blokka og þú veist, það væri þá líka þetta að hafa, en sko faktorinn, jákvæði faktorinn við þetta líka bara gigantískur, skilur, og í þessu öllu við verðum náttúrulega að stefna því eins og varst að tala með þessa gulrót og svona, ég þekki engan í eðlilegu samfélagi sem ekki með eitthvað gulrót. Menn að vinna rosa mikið til þess að geta keypt sér íbúð eða farið til Tenerife í haust eða þú veist hvernig sem það og það bara mjög jákvætt fyrir mann sem ekki vanur eðlilegu samfélagi að hann geti allt í einu komið út úr því skilur að hann farin að læra það hann geti haft fyrir því að fá einhver verðlaun í lífinu og farin að sjá að hann getur sett sér markmið og staðið við þau og þú veist ég hugsa að þetta sé bara besta betrun að verðlauna fólk og gefa þeim aðgang að eitthvað svona og alveg eins og þú segir ef þetta allt saman tengt og það bara að loka á þennan ef hann ekki að þú veist verða þessu og þú veist og aftur á móti ég get lofaði því að ef það búið að loka á netið á þessum og menn ekkert að hleypunum í töluna hjá sér eða það kostar að þeir missi tengsli við sína fjölskyldu sko. Þú veist, það væri mjög einfalt að gera þetta vel og Algjörlega, hvað vernd, áfangaheimili vernd, það næsta skref út í samfélagi, raun og veru fyrir flesta, ekki allir sem fá að fara þangað, þið hafið væntanlega allir farið þangað, ekki? Hvernig var það? Já, ég býðar reynda núna þannig að mér finnst fínt að vera á vernd sko. og þú veist, það gott að vinna sig út í samfélagið og þú veist samt eins og með núna með Fangelsismálastofnun að ég hef tvisvar verið að vinna mig út komið á vernd og búist við því að ég var að fara á ökklaband skilurðu, sem að myndi hjálpa líka eftir á að því að þú veist, það ákveðið öryggi að vera ennþá í afplánun skilurðu, upp á það að maður mér fíkill skilurðu, að fara ekki að gera eitthvað sem maður á ekki að vera að gera en eins og bara seinast þegar ég losnaði á fangelsi þá fekk ég að vita deginum áður en ég átti að fara á ökklaband að ég væri bara laus daginn eftir skilur þeir eiga það tóldi svolítið til bara að því að plássið ekki að henda þeim herru þú ert bara laus skilur farðu bara þú veist og bara íttir í burtu svona skilur og þú veist það ég að lenda í því aftur núna skilur núna bara búið að veita mér helming ef ég hefði vita að ég geti fengið helming aðeins fyrr þá hefði ég verið byrjað að haga mér miklu fyrr, skilur, inn í fangelsi. Það á bara að vera gert með þér plan þegar þú kemur inn í fangelsi. Þú veist, ef þú vilt að afplánunin verði auðveld, þá getur hún farið svona. En svo, þú veist, máttu náttúrulega bara haga þér eins og þú vilt haga þér, skilur, eða, þú veist, og þú veist, málið að maður oft bara að fá að vita hvernig afplánunin sín að fara að vera bara í endan, skilur, að því að þetta svo lengi alltaf kerfi að fara af stað, máliðin úr kerfinu, lögreglan að handla máliðin, svo lögfræðingar hjá lögreglunni og svo þarf þetta alltaf að fara yfir til Fangelsismálastofnunar þetta tekur langan tíma skilur Þú veist, fyrir mér þá var vernd í raun og veru hún var mjög góð í það skipti sem að ég fékk að nýta hana þú veist, upp á það að ég gat aðlaga mig inn í meðferðarkerfi og annað en það í raun og veru ekkert í boði þarna þú veist, þetta bara húsnæði sem þú kemur og gistir í og þú átt að vera í vinnu eða samfélagsstarfi í einhverju og svo bara ekkert meira í raun og veru sem í boði allavega og þú veist það finnst mér til dæmis ekki megasens mér finnst að segjum að þú veist í eðlilegri afplánun og þú myndir byrja að fá að hitta sálfræðing og annað og þetta myndi bara allt fylgja þér út á vendina og svo myndi framhaldi fylgja þér eins og í mínu tilviki já svona sögu, þú veist, ég verið munalaus 14 og að 15 ára ég átti eina ömmu og svona systir og eitthvað svona fjölskyldur sem hefði enga leið að taka á móti mér, þú veist og þegar ég losna út úr fangelsi þá þá var það bara að ég kynni stelpu, þú veist og ég fekk að fara til hennar ef að það hefði ekki beðið mín og í hittskipti þess að ég losnaði vendin líka þú veist, þá gerist það til dæmis að ég byrja að verða edrú í fangelsi kem síðan út úr fangelsi hafði engin hús að venda eftir vend og þurfti bara að flytja til stráks í neyslu þú veist,
þannig að þú veist, ég myndi vilja sjá Vend allt öðruvísi uppbyggt og þú veist, þú færi þangað jafnvel þá bara fyrr til þess að það væri bara verið að finna út úr þínum málum einhvern veginn í framhaldinu sko. Vend svona eins og heimili, þetta titlað sem heimili þó þetta sé hluta afplánun, en það kannski svona, það sem þau eru að fókusa á að fólk læri svona grunnþarfir, mæta á réttum tíma, fara á réttum tíma, fara í vinnu, vaska upp, heimilisþrif, ég held að þetta sé meira svona kannski þannig, en þetta náttúrulega ákveðið skref og ég veit ekki hvað eru margir. Ég var í 16 mánuði á Vend sko, og var svo fyrsti sem var svona lengi, ég veit ekki hvort einhver annar hefur verið svona lengi, en mér fannst þetta frábært sko, mér fannst þetta mjög mikilvægt og sérstaklega fyrir einhvern sem er búin að vera mjög lengi inni, að þá er þetta ákveðið skref og þetta hefur alveg verið erfitt í restina að vera svona lengi sko inni, en svo tók við öklaband og annað. Hvernig var þín tilfinning þarna? Bara góð. Ég get alls ekki hvort að við Vend þannig séð bara, en þú veist, þetta er eins og Ingo komum inn á, þetta er svona, þú veist, þetta er enn eitt geymsluhúsnæði alltaf bara. Þú veist, það er það sem að Ingo líka kom inn á er bara þessi eftirfylgni frá fangelsinu og alla leið út í samfélagi er eitthvað sem að allir þurfa að skoða. Hún er engin náttúrulega, það er bara ekki til í. En Vend per se er flott sko, en hérna, það sem ég er utan á landi, þá var þetta ekkert frábært, en þess að ég er í bænum skikað til að vera þar þegar maður vill frekar vera í sínum heimabæ og fyrir fólk sem býr á Akureyri og fleira. Það vantar kannski ykkur smára út á landi, þú veist. Ég meina, ef það er eitthvað sem að við eigum að tilengja okkur meira er náttúrulega sko fangi sem stendur sig frábælega vel í fangisi og er agabrotarlaus og fleiri fangisi, okkur eru ekki notuð hérna meira úrræði eins og öklaband og fleira fyrir þá, þú veist, umbuna einmitt, gefa okkur lút fyrir þá sem er að standa sig. Úrræðin þurfa að vera til staðar þegar þú færð áhuga að breyta. Já, akkurat. Annars, þetta er bara eins og að fólk er allir meðferð, það er tilbúið þarna. Já, bara ef þú gerir eitthvað þínum málum, bara flott, þá bara færðu það öklaband eða, þú veist, færðu eitthvað umbun í staðinn, skilur, og það eru meiri líkur að minna að menn gerir þá þeir allan búin að kynast prógraminu eða whatever og gerir eitthvað í sínum málum. Ásgeir, þú talaðir áðan mál í kerfinu, það varst alltaf með einhver mál í kerfinu og það er held ég eitt af allra erfiðustu málunum í dag í fangelsiskerfinu og mesta áskorunin fyrir utan geðrænar áskoranir hjá fólki sem er í afplánun, það er þetta mál í kerfinu. En það að hafa mál í kerfinu hefur einmitt áhrif á geðheilsuna, skilur, menn er að verða geðveikir á að vera með mál í kerfinu og þetta er svo algengt að fólk veit aldrei hvenær það fær dagsleyfi eða hvenær það losnar, hvenær fær það opið fangelsið, það veit ekki neitt og það er að bíða og eina sem þeir geta gert er að hringja í lögfræðingarna sína og reyna að ýta á málið. Þetta er hrikalega erfitt og þetta hefur orsakað mjög alvarleg veikindi hjá fólki og við vitum það og þekkjum það mjög vel og við höfum þurft að hringja í fangelsinu og segja bara, heyrðu, þessi manneskja er bara orðin mjög veik, svo nú þarf að fara að skoða eitthvað annars, skilur, og það er einmitt út af þessum málum. Ég meina, hvernig upplifið þið þetta? Sko, fyrir mitt er ég meina, senst þegar ég satt inni, þá beið ég 10 mánuði eftir að klára senasta aksturinn var, og þetta er náttúrulega heilt helvíti, sko, ég ekki lenti í að bíða svona lengi áður, en 10 mánuðir sem voru ekki hugmynd hvaða dómur ferði eða hvenær fara að fara að venda eða heldur áfram í kerfinu. Þetta er ömurlegt. Það var einhvern tíðan sagt um mig, ég seljar ekki dýravinni kaupið, sko, að í Bretlandi sé það þannig að ef þú ferðir í fangelsi þá hefur lögregla og dómsvald 3 mánuði til þess að ganga frá þeim máli sem voru með í kerfinu því nema það séu ykkur sko stórvægileg mál, bara hryðjuverk, morð, whatever. En þau mál sem þau get ekki gengið frá eftir að koma í fangelsi, þau falla niður. Ég ætla að endurtaka, ég er ekki alveg viss að þetta sé rétt, en það var lögfræðingur sem sagði mér þetta, en ég ætla að vonast til að hann hafa sagt eitthvað rétt. Þetta er alveg klárlega, við litla Ísland getum værið til að breyta, menn að þetta er mest íþyngjandi ever að sitja og bíða til dóman inni og vita ekki neitt. Og þegar ég fekk dóminn þá var svo 100 kílóum var létt af mér. Og allt inni gerist eitthvað. Eins og ég, skilur, ég hef farið bæði í gegnum afplánun þannig að ég kom inn ekki með neinn mál í kerfinu
og svo hef ég líka oft farið inn í fangelsi með fullt af málum í kerfinu og þú veist og þegar að maður kemur inn með engin mál í kerfinu eða þá til dæmis eins og ef það myndi bara taka 3 mánuði skilur þá var ég bara 3 mánuði á Hólmsheiði 3 mánuði á Sogni og svo var ég bara 3 mánuði á Vend skilur þannig að ef þetta væri svona sem hann var að segja 3 mánuðir bara það sem hefðu þá gæti það farið bara ógeðslega flott ef maður með þú veist 20 mánuða dóm eða eitthvað skilur að því að svo farið alltaf hennar reynslulaus og það alltaf einhverjir mánuðir sem sitja þar inni skilur sem að ef þú brýtur að þér þá þarftu að fara að afplána það aftur en þegar þú ert með mörg mál í kerfinu þá þarftu stundum bara að klára dómiðinn sem að varst kannski með áður ef þú ert svona endurkomið fangi eða ert í gæsluvarðhaldi ekki einhver rammi á þessu 12 mánuðir eða hvað er það? Það er Hvað mega að hafa kerfi á það er bara nýbyrjað sko í raun og veru en það er bara svona viðmiðun en það fer eftir málum og persónum og alls konar sko. Mér finnst lögreglan nota þetta stundum til þess að halda ákveðnum einstaklingum bara lengur inn í fangelsi því lengur sem þeir halda málunni í kerfinu því seinna kemur þau út sko. Eins og í mínu tilviki, þú veist, þegar ég losnaði þannig að sennast skipti 7. júní 2016 þá ég bara að horfa á það að þurfa mögulega að fara aftur í fangelsi ég bara ennþá með það mikið af málum að ég bara klára það dæmdi upp reynslulaust hjá mér ég fer klára það allur hinn pakkin situr einhvern veginn eftir þegar ég losna og ég ekki dæmdur fyrir einhvern tímann eftir að ég laus úr fangelsi og sem betur fer náði lögfræðingur minn þessu niður fyrir samfélagsþjónustu ramma sko, þú veist og ég þurfti ekki að fara aftur í fangelsi en þetta náttúrulega rosalega hömlun og ég veit alveg að menn hafa bara oft ekki til dæmis lagt í það að breyta lífið sína þegar halda bara það sem taki við sé bara fangelsi aftur og þú veist þessi mál í kerfi eru náttúrulega algjörlega út í hött af því oft á tíðum þetta mál sem svo einfalt að afgreiða og ég þekki það ég oft með afstöðu síman sjálfur og svona og menn að hringi í mig og þeir eru með eitthvað svona mál sem búin að, þú veist, hangi í kerfinni í langan tíma og þetta ekki neitt. Þetta sem eitthvað sem bara búið að játa. Já, þetta bara eitthvað sem hægt að afgreiða bara strax og þetta bara ekki einu svona mikil viðbót við dóminn. Það var að halda jafnvel sem í mörg ár, sko, bara í kerfinu. En hvað ég veit ekki hvort þið megið tala það, en A-starf í fangelsunum, það ekki, ég meina það eitt af því besta sem til í fangelsunum í dag til að fá fólk til að fyrir utan alltaf afstöðu og vettvangsteymi þá A-starfið, það frábært, búið að vera allavega undanfarin ár ég man áður fyrir að þá var þetta svolítið barátta til að fá fólk til að mæta á aðfundi og við vorum einmitt alltaf svona að reyna að fá fólk á aðfundi og við þurftum að fá aðra svona öfluga gæja sem voru í fangelsunum, svona stóra og sterka og sem voru svona, aðalkallarnir fyrir utan mig þá þurftum við að fá þá til að mæta á fundi, sko, til að draga þannig að aðrir kæmu líka, sko og það virkaði og byrjaði svona að verða meiri og meiri mæting og síðan þá hefur þetta svolítið svona, þetta hefur verið svolítið upp og ofan, skilurðu, en ég meina það var bara 1 fundur í viku og nú eru örugglega 3 og svo eru teymi að fara inn og inn í fangelsin og það er þetta ringi sponsora, þetta orðið miklu meira, þetta frábært að horfa á þetta, hvað þetta orðið flott. Þið hafið allir svona, verið svolítið tengdir þessu, eða ekki? Þú veist, eins og ég skilur að hann kom með vettvangsteyminu og hann náttúrulega mikið í AA og þú veist, það bara þú veist, 6-7 mánuðir síðan ég hitt hann upp á litlarinni eða aðeins kannski meira, 10 mánuðir og ég sitt hérna í dag, skilur að þegar ég fylgdi honum og þú veist, fór inn í AA og gerði það sem ég ætlaði að gera, en ég þurfti líka alveg að sækja það, skilur þú þarft að sækja þetta að verða inn í fangelsi, þetta kemur ekkert bara til þín, sko. Það alveg þannig, sko. Ég man eftir einum alveg helvíti öflugum aðmanni sem að bara fór inn í fangelsi og sérstaklega á Hólmsheiði, sko, og hann fekk að í gegn að opna svona stofna eitrúgang og hann fór bara með, mætti bara mótnana og gerði morgunæfingar með þeim, skilur og svo fundi og kvöldin og það var rosalegt, sko, en þetta var mjög skemmtilegt að fangelsi tóku jákvætt í þetta og leyfðu þetta af því að það hefur ekkert alltaf verið þannig það þurfti alveg að berjast fyrir þessum auka fundum, sko.
að starfi náttúrulega bara gífurlega mikilvægt og þarna komum við aftur að þessum jafningja grundvelli, þú veist, allur svona jafningja stuðningur sem að ég hef séð bara í svona málaflokkum hefur bara skilað gífurlegum árangri og þú veist, ég veit til þess að 12 spora kerfi hefur hjálpað mjög mörgum föngum og fyrirhandi föngum sem eru bara búin að ná að eignast eðlilegt líf í dag, þú veist, og já, bara mjög gott, en þú veist, mér finnst í raun og veru ekki að bera, þú veist, vera það sem þarf að bera eitthvað meðferðarstarf inn í öllum fangelsum fyrir utan Litla-Hraun, skilur við. Það er meðferðargangur á Litla-Hrauni, annars í raun og veru eina meðferðarstarfi sem í boði fyrir fanga bara að hann sæki fundi og það veltur á því að einstaklingar séu fúsir til þess að mæta með fundi þangað á sinn kostnað í sínu starfi, þú veist, auðvitað þurfum við bara að fá jafningja grundvöllin inn og þetta er bara gífurlega jákvætt 12 spora samtök og svona og en við þurfum bara að fá jafningja stuðningarna, þú veist. Ríkið er alltaf stóla á sjálfboðaliða og félagsamtök og sjálfboðaliða til að halda kerfinu uppi. Ég hef til dæmis heyrt af, þú veist, aftökum þar sem að háttsetti menni í þessum kerfum hafa kannski verið að hringja í samtökin að reyna að fá þá til þess að búa til eitthvað prógram fyrir fanga, þú veist, bara í ykkur pro bono dóti, þú veist, og samtökin virka ekki þannig, þú veist, og fólk getur kynnt sig það frekar og bara á a.is og annars staðar, en þú veist, við þurfum bara að fá jafningja stuðning og ég hugsa að Afstæða geti til dæmis alveg gert vel í að þú veist, koma því á laggirnar, bara við erum mjög tengdir og myndum geta valið gott fólk í þetta, sko. Já, ég meina það er líka bara svo gott að þegar það er svona orðið svona gott samstarf á milli aðeins eins og Fangelsismálastofnunar og Afstöðu og svo og fleiri, að það er alveg hægt að gera hluti, en það þarf náttúrulega, þetta þarf að vera frumkvæði yfirvalda og það þarf að fylgja peningum, þetta ég var einmitt, sko, einhverjum fundi einmitt svona frjálsfélagasamtök daginn og við vorum svona að hugsa, þetta er alltaf, það er allir að keppast við smáaura og það vill engi vinna saman því þá að hætta að missa þessa smáaura og en samt er þetta allt sjálfboðaliðar sem er að vinna fullt fyrir ríkið. Ég meina, hvað myndi gerast ef að öll félagasamtök þriðjugeirin bara loki bara, fari bara í verkfall, þjóðfélagi fara á hliðina. En ok, sko þá byggja nýtt fangelsi, öryggisfangelsi og þá að vera ekki á Litla-Hrauni, þá að vera á Stóra-Hrauni sem er við hliðin á og það má ekki heita neitt hraun neitt og það á að hugsanlega vera, sko, að í orðinu öryggisfangelsi, þetta er í raun og veru fyrsta fangelsi sem er byggt sem öryggisfangelsi og það er sem sagt það er alveg ekki bara girðingar heldur, sko, múr, veggur, sko, í kring. Hvað finnst ykkur um þetta? Eru þið með einhverjar ábendingar? Hvað mætti gera betur? Þannig við þetta? Ég myndi segja, sko, þú veist, að það þyrfti bókstaflega, þú veist, það þyrfti alveg algjörlega að vera þessi einangrun eins og er upp á Hólmsheiði. Þú veist, sem sagt með ganga, skilur, það eru 10 til, 11 eða 12 eða hvað, ég held að ég hefur bara 8 manna gangir og það er bara fínt, skilur, þeir eru bara í útivist saman, þeir væntanlega fara þá að vinna eitthvað staðar kannski saman eða með öllum hinum, skilur, það er aldrei hægt að koma í veg fyrir alveg að þeir hittist allir, skilur, en ég held að það sé lykillinn að því að maður sér svo mikinn mun á Hólmsheiði og Litla-Hrauni, sko. Á þetta vera stærra fangelsi? Já, þetta eru 100 manns. Já, ég myndi bara vilja sjá þetta, sko, vera bara 40 manna fangelsi og þetta sé þá, þú veist, Hólmsheiði sé uppáspunktur, það sé þá að setja menn sem þurfa raunverulegt öryggisfangelsi þangað upp yfir og setja þá bara meira fjármagn í opin úrræði og önnur úrræði því að þú veist að við erum bara að búa til þessi vandamál í fangelsunum með því að vera að setja, þú veist, eins og þú sagðir, það er alveg hægt að koma hlutum á milli á Hólmsheiði, það verður hægt að koma hlutum á milli þarna og það verður hægt að koma skilaboðum á milli og ég trúi því raunverulega að vera að byggja risastórt fangelsi, öryggisfangelsi sem bara fara að búa til vesen, sko. Mér finnst að ég á svo samanlega yngur, sko, þetta er skref aftur á bak í því sem að ég myndi telja að vera, sko, rétt, ég meina, opnumfangelsin hafa skilað betri árangur heldur en öryggisfangelsi, það er bara þannig. Ég myndi frekar vel að sjá, þú veist, bara gaman að heyra þetta, þannig að ég er algjörlega sammála og ég hefði reynda að vilja bara taka Litla-Hraun og
breyta því þannig að það væri fyrir 30-40 fanga og það væri góð vinnuaðstaða og fyrir fangaverði og annars starfsfólk og heilbrigðisþjónustu og heimsóknir en þá þyrfti ekki að eyða svona miklu peningum í þarna því við erum að tala sko marga milljarða sem að fara í það en síðan þið setti peningar í opnu úrræðin sko, það var hægt að stækka þau og það jafnvel hægt að byggja nýtt opnu úrræði hér skilur bara á Hólmsheiði skilur þannig að sko þá miklu meiri árangur og það sparast peningur og þetta ekki einn stýrt í rekstri þetta svo margt sem að bara samfélagslega hagkvæmt að gera þetta þannig en þetta bara eitthvað sem búið ákveða að gera og verður örugglega ekki breytt og ég meina og svo við til dæmis í afstöðu við hefðum viljað að þegar það verið að fara að gera svona breytingar að þá væri bara boðið út í sveitarfélögin bara hvaða sveitafélag vill gera mest fyrir fanga þannig að sveitafélögin séu þarna eru þau að fá fjölda manns í sveitafélagi í vinnu og annað að bjóða upp á vinnu fyrir fanga og bara alls konar þjónustu og það er svona það sem mér finnst en er eitthvað að lokum sem þið myndu vilja koma á framfæri svona við stjórnvöld, fangelsismálayfirvöld bara fólk sem er í þessari stöðu eins og þið hafi verið Ég var til í að sjá eitt skilur að akkurat að þú veist það væri meiri eftirfylgd eftir fangelsi ég á einn vin sem var að losna út í fangelsi hann greindist inn í fangelsi með krabbamenn hann jakkaði mér fæddur 96 og þú veist og mér fannst þetta vera það, veist, að það var alveg þannig að þegar það var ekki vitað að hann var með krabbamenn þá var hann ekkert að fara að losna strax hann átti alveg að vera upp á litlarinn í eitthvað viðbót og svo ætti hann kannski mögulega að fara á vend en svo kannski fannst mér þetta vera bara þannig að það var orðið ómikið vesen að fara með hann til læknis og það var mér eins og glimt að fara með hann til læknis í þetta mikilvægasta dót sko þannig að það tafðist í 2 mánuði og svo var hann alltaf inn að koma tilbaka á einhverja aðgerð og þá bara kallað hann þegar hann lappin í fangelsi herðu gummið, þú ert laus en ég myndi samt ekki fara fyrir hann á morgun þannig að þú veist þá var stjórnlega með farið eitthvað þú veist þetta var bara svona og núna er hann bara götunni að sprauta sig með krabba minn ég þekki þetta mig sko að því að þetta kom alveg á okkar borð og við vorum að ýta á því að hann fengi að fara í rannsóknir út til læknis og það var einmitt málið, það var bara ekki tími, hendaði ekki það var að finna annan og það var ekki fyrir eftir marga mánuði þetta var hrikalegt standís það vantaði allan skilning sko en svo kom þetta bara í ljós þetta var mjög slemt sko þetta svolítið fekk svolítið á okkur sko og félagsráðgjafana sérstaklega sko. það voru að vinna í þessu og þeim bara það skildi þetta ekki og það byrjuðu sjálfar að senda sko pósta sko í fangelsi sko þannig að en eftirfylgni það klárlega Mér myndi líka finnast að það ætti að vera bara einhverjir skildu tímar hjá sérfræðingum bæði félagsráðgjöfum og sálfræðingum ekki þannig að bara þeir sem óska eftir þessu fái þetta mögulega mér finnst það bara að vera skildu tímar í þetta að því oft á tíðum vita menninginu svona hvað að hrjá þá sko og bara það að menn mæti nokkur svona til sálfræðings hvort sem að þeir óski eftir eða ekki getur bara breytt rosalega miklu í framhaldinu og hvort að við þurfum að eyða fleiri 100 milljónum í menn sem eftir ævi þeirra í þessu kerfi sko þú veist þessi sálfræðingur sem ég fór til hún bara bjargaði mér sko ég glemdi eiginlega að fara inn í að við erum reyndar að falla á tíma sko en við erum langt fram á tíma en það var áður en ég hleypi þér í lokaorðið þá var það einmitt eftirfylgni hvað tekur við skilur þegar menn losnar afplán það er ekkert skilur það er ekkert fylgst með neinu ef þú ert að reynslaust þá ertu kannski byrjað að koma einu sinni í sálfræðitíma upp í fangelsismannstofnun en það er voða lítið fylgt í eftir sko það er bara ég var aldrei farið það sko þegar þetta var að byrja þá reyndar sá vin minn vera handtekinn bara kom lögreglan sótti hann með valdi en svo þú veist var ég á reynslaust 2 árum síðar og ég lenti ekki neinu svoleiðis þannig að það hefur bara runnið út sko Hvað mætti gera eftir þannig að setja fylgjast betur með eða taka betur á móti föngum út í samfélagið aftur hjálpaði með húsnæði, koma þeim akkurat í eitthvað svona sálfræði sko, allir peningavandamálastýri það hefur komið að flestir náttúrulega gjaldþrota út úr fangelsi það er eitthvað sem að stjórnvöld eru líka að skoða eins og í Danmörku þá fristast allir reikningar og allt saman meðan þú situr inni og þú fær engar rukkunar eða neitt hérna hlæðst þetta bara utan á meðan þú situr inni og þú kemur definitely með allt bara niður þig þegar þú kemur út úr fangelsi það er, allt svona húsnæði, peningamál,
það er eitthvað sem við þurfum að bara rosalega það er svo margt sko það er bara þau getur gert heilan þátt hvað má gera já, það er bara svo sko. Kannski gerum við það bara það væri bara mjög gott að taka bara eitt þátt bara lífið eftir fangelsi En ég einmitt sko sammála þessu með peninga eða fjármálin að flestir sem eru í fangelsi þeir eru alltaf skila inn skattaskýrslum og eru með sektir, sakarkostnað, barnameðlög svo koma þeir út og þeir geta ekkert borgað, það má draga alltaf 70% af laununum þeirra og þeir bara vilja ekki, þeir áttast ekki á að setja að semja eða gera eitthvað og eru bara búin að missa alltaf trú og það er leiðandi fer enginn að vinna og líf á ríkinu skilur Já, og fá bara fjárhagsaðstoð frá ríki eða sveitafélögum og þeir fara aldrei niður í vinnumálastofnun að reyna að sækja vinnu eða neitt sko. Þannig að þetta er svolítið erfitt að eiga við sko. Þetta er eitthvað sem þarf að laga og Norðurlöndin hafa auðvitað byrjað á að gera ég meina, þetta er eitt af því sem þeir byrja að vinna í þegar menn fara í afplánun að bara byrja strax í þessar meðferðar og vistunaráætlun að fara að vinna í þessum hlutum en þetta vantar alveg hér og svo erum við að reyna skilja út okkur fólk fara ekki að vinna eða þó að þeim bjóðist vinna þá getar ekki tekið hana þeir fá meiri pening sko frá ríkinu heldur en myndu fá að þeir fara að vinna af því að þannig að þetta er svo asnalegt kerfi ég meina þetta er hrikalegt en lokaorð ég bara ég svo segi við getum verið með heilan þátt bara spjalla langt fram á kvöldum það hvernig við myndum vilja bæta þetta og gera þetta ég myndi bara vilja sjá að stjórnvöld væri bara frekar til að spyrja okkur hína, afstöðu, fyrirhandi fangur sem ná árangri og allt í samt þess uppbyggingu á Litla-Hrauni og hvernig þau geta bættu úr sínum meðferðarúrræðum. Ég meina það og líka horfa til annarra landa eins og Noreg og fleiri, Danmörkur og fleiri sem hafa náð einhverjum árangri í þessu. Eins og segi, þetta er svo margt, þetta er svo vítt að við þurfum að skoða hvað við getum gert betur og svo hver og einn einstaklingur sem kemur út á fangilsi, brjóti ekki að sér aftur og kosti samfélagi ennþá meiri pening í þetta. Þetta er búið að vera frábær yfirferð svona allt frá lokuðu fangilsi og yfir í frelsið aftur. Andri og Ásgeir og Ingólfur, ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma og takk sem þér fyrir að hlusta. Takk fyrir. Takk.